Sett fund í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3544 og fyrir okkur liggur dagskrá í 7 liðum. Fyrsta mál á dagskrá er ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2023 og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturlu. Forseti, bæjarfulltrúar, ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2023 var lagður fram og kynntur af endurskoðendum bæjarins í bæjarráði 4. apríl síðastliðinn og vísað þaðan til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Ég mun hér á eftir fara yfir helstu stærðir ársreikningsins en hann er líkt og framkemur í skýrslu og áritun bæjarráðs og bæjarstjórnar, gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga sem og auglýsingar stjórnvalda reikningsskil sveitarfélaga. Að sjálfsögðu hægt að tína til ýmsar aðrar stærðir í slíkri upptalningu en ég vona hins vegar að þessi samantekt gefi nokkuð glögga mynd af fjárhagslegri stöðu sveitarfélagsins. Ársreikningurinn er settur fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga. Starfsemi bæjarins er skipt upp í 2 hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telst starfsemi sem er fjármögnuð með skatttekjum, tekjum frá jöfnunarsjóði og þjónustutekjum. Að ræða aðalsjóð, fasteignir Akureyrarbæjar, framkvæmdamiðstöð og eignasjóð gatna. Til B-hluta sveitarfélagsins teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélagsins en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtækin eru félagslegar íbúðir, strætisvagnar Akureyrarbæjar, bifreiðastæðasjóður Akureyrarbæjar, Hlíðarfjall, Hafnasamlag Norðurlands, Norðurorka, Byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar og Gjafasjóður öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Á árinu breytti Norðurorka reikningshaldslegri meðferð hluta varanlegra rekstrarfjármuna. Veitukerfi og fasteignir voru skráðar á endurmetnu kostnaðarverði í efnahagsreikningi eins og segir í skýringu 2 breytingar á reikningsskilaðferðum. Það er jafnframt greint frá áhrifunum sem breytingin hefur ásamt samanburðartölum A og B hluta á árinu 2022. Áhrifin eru bæði á rekstrarreikning og efnahagsreikning samanber skýringu sem hefur ekki áhrif á sjóðstreymi. Almennt má segja að rekstur samstæðu Akureyrarbæjar hafi verið nokkuð góður á síðasta ári og rekstrarniðurstaða ársins talsvert betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. En að sjálfsögðu áhugð forkvennað við betur má ef duga skal. Eins og niðurstöðu ársreikningsins bera með sér var árið 2023 betra en áætlanir gerðu ráð fyrir. Reksturinn skilaði jákvæðri niðurstöðu 436 milljónir. Rekstrartekjur A og B hluta voru samtals tæplega 34,4 milljarðar króna á árinu 2023 og skiptast þannig að skatttekjur útsvara fasteignaskattur námu rúmlega 17,4 milljörðum, framlagi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga náu 5,1 milljarði og þjónustutekjur voru tæplega 11,9 milljarðar króna. Tekjurnar eru ríflega 2,2 milljörðum króna hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og tæplega 4 milljörðum hærri en árið áður. Rekstrargjöld samstæðuna fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld námu tæpum 29,3 milljörðum króna en þar af voru laun 18 milljarðar. Áætlun ársins gerði ráð fyrir að launin yrðu 17,8 milljarðar. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármunatekjur og fjármagnsgjöld er því jákvæð 5,1 milljarð króna. Heildarlaunagreiðslur með launatengdum gjöldum en án hækkunar lífeyrisskuldbindinga hjá samstæðunni voru 18.024 milljónir króna. Fjöldi stöðugilda var að meðaltali 1484 sem er fjölgun 39 stöðugildi frá árinu áður. Sú fjölgun er helst í fræðslumálum og vegna málefna fatlaðra. Laun og launtöld gjöld ásamt lífeyrisskuldbindingu samstæðunnar hlutfalli við rekstrartekjur hennar voru 55,9%. Annar rekstrarkostnaður var 29,4% af rekstrartekjum. Skatttekjur og framlögur úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga voru 1138.000 krónur á hvern íbúa en tekjur voru samtals 1737.000 krónur á hvern íbúa. Árið 2022 voru skatttekjurnar 1 milljarður og 28 milljónir króna á hvern íbúa, heildartekjurnar
178.000 krónur á hvern íbúa. Gjaldfærð lífeyrisskuldbinding samstæðuna var töluvert hærri en áætlun gerði ráð fyrir eða 1205 milljónir króna í stað fyrir 600 milljónir króna. Það er hækkun frá fyrra ári þegar skuldbindingin var tæpar 1164 milljónir. Skýringin á þessu er svo að í árslok ákvarðaði stjórn Brúar lífeyrissjóðs að viðbótaframlag yrði innheimti á launagreiðendum frá janúar 2024 vegna réttinda tiltekins hóps lífeyrisþega. Við þessa ákvörðun myndaði skuldbinding sveitarfélagsins sem nam 371 miljón króna. Nánar er fjallað þetta í skýringu 15 í ársreikningnum. Þessi útgjaldaliður er ein mesta óvissa hvert ár í rekstri sveitarfélaga. Rekstur sveitasjóðs og A-hluta bæjarins er nokkuð betri en áætlun gerði ráð fyrir eða neikvæðum 454 milljónir í stað áætlaðrar neikvæðrar afkomu upp á 810 milljónir króna. Þó skal nefnt að A-hlutin er enn rekinn með tapi, þó svo að tapið hefði lækkað frá fyrra ári og þegar það nam 826 milljónum króna. Og þess vegna segi ég betur má ef duga skal. Skýringarnar eru á mestu leyti hærri tekjur og betri rekstur en lífeyrisskuldbindingar setja mark sitt á niðurstöðunar. Í þessu samhengi er einnig áhugavert að skoða yfirlit yfir rekstur málaflokka sem sérstaklega tilheyra aðalsjóði. Fjárheimildir fyrir einstaka málaflokka eru samþykktar af bæjaráði og það er verkefni ráðinna stjórnenda bæjarins að sjá til þess að útgjöld séu innan þess ramma sem er þar markaður. Ef yfirliti við málaflokkan á blaðsíðu 14 er skoðað, kemur í ljós að langflestir málaflokkanir voru reknir í kringum samþykktar fjárheimildir og í þeim tilvikum þar sem svo var ekki var yfirleitt frekar lítið frávik að ræða. Þessar tölur eru þannig til marksum að almennt hafi stjórnendum bæjarins gengið vel að halda sig innan þess útgjaldaramma sem ákveðin var. Full ástæða er til að þakka stjórnendum og starfsmönnum bæjarins fyrir þeirra þátt í jákvæðum niðurstöðutölum ársreikningsins. Það er hins vegar eilífðarverkefni að vera vakandi yfir rekstrinum og leita allra leiða til þess að fara vel með skattfé íbúana og ráðstafa því sem allra best. Þá ætlum við að fara yfir efnahagsreikningin. Litlar breytingar eru á efnahagsreikningi frá fyrra ári. Eignir bæjarins eru nú 67 milljarðar króna og milljarðar milli ára. Þegar horft er til skuldasamstæðunar þá greinast þær þannig að langtímaskuldir samstæðunar nema rúmlega 27,5 milljörðum króna en skammtímaskuldir tæplega 5,9 milljörðum. Við þetta bæta síðan lífeyrisskuldbindingar upp á rúmlega 5,6 milljarða. Samtals eru skuldir og skuldbindingar samstæðunar því 39,9 milljarðar króna og hafa hækkað 2,2 milljarða á árinu. Eigið fé samstæðunar er 27 milljarðar og hækkaði 2,1 milljarð á árinu. Ef eingöngu er horft til A-hlutans, þá aukast eignir hans rúma 2,6 milljarðar króna á verðmæti, fara úr rúmum 42,3 milljörðum í 45 milljarða. Skuldir og skuldbindingar A-hluta nema alls rúmlega 28,2 milljörðum króna og eigið fé er því rúmlega 17 milljarðar. Eiginfjárhlutfall A-hlutans er 37% og samstæðunar í heild eða 40%. Hvoru tveggja eins og árið áður. Langtímaskuldir samstæðunar skiptast þannig að 4% þeirra er í erlendum gjaldmiðlum en 96% í íslenskum krónum. Erlendi hluti skuldana er fyrst og fremst hjá Norðurorku og Fallorku. Fjárhagur Akureyrarbæjar er mjög traustur og nam skulda við með samstæðunar í árslok 80% samkvæmt reglum eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga og lækkar aðeins frá fyrra ári. Skulda viðmið í A-hluta var 56% í árslok en var 58% árið áður. Rétt er að nefna að skulda viðmið má samkvæmt sveitarstjórnarlögum ekki vera hærra en 150%. Akureyrarbær er því langt undir því. Það verður því ekki annað sagt en að fjárhagurinn sé mjög heilbrigður. Eina mikilvægustu kennitöluna í rekstri sveitarfélaga er að finna í sjóðstreymis yfirlitinu. Það er veltufé frá rekstri. Það er hennar gráa línan, sjáuð hana við Súluruti. Sú tala gefur best til kynna getu sveitarfélagsins til framkvæmda og greiðslu langtímalána eftir daglegan rekstur. Veltufé frá rekstri hjá samstæðinni nam 5,3 milljörðum króna.
Áætlun hafði gert ráð fyrir tæplega 4,5 milljörðum króna veltufé frá rekstri. Veltufé frá rekstri árið 2023 í hlutfalli við tekjur var 15,35% í samstæðinu og 9,75% í A-hluta. Árið áður voru hlutföllin 14,68% í samstæðinu og 10% í A-hluta. Fjárfestingarhreyfingar samstæðunar námu samtals 4,6 milljörðum króna. Fjárfest var í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir tæpa 5,6 milljarða sem var tæplega 400 milljónum krónum minna en áætlað hafði verið. Mest var fjárfest í fræðslumálum 851 miljón, íþrótta- og tómstundamálum 773 milljónir og hjá Norðurorku 2,1 milljarður. Frekari sundurliðin má sjá í skýringu 7 með ársreikningnum. Fjármögnunarhreyfingar samstæðunar voru neikvæðar samtals 1163 milljónir króna. Þar voru greiddar afborganir á lánum eða 1,5 milljarð króna. Ný lántaka var fyrir 800 milljónir króna hjá Norðurorku. Handbært fé samstæðu sveitarfélagsins lækkaði 919 milljónir króna á árinu og var 2566 milljónir króna í árslok. Vakin athygli á því að lítilsháttar breytingu á framsetningu sjóðstreymis að ræða. Birtur sérstaklega seldur byggingaréttur og gatnagerðargjöld ásamt því að nú fjárfesting í varanlegu rekstrarfjármunum birt sem verk eða sem sagt brúttó fjárhæð meðal fjárfestingarhreyfinga. Veltufjárhlutfall samstæðuna var 1,17 í árslok og innan A-hlutans var það 1,35 í árslok og það mjög ásættanlegt í báðum tilvikum. Ég vil einnig vekja athygli á að Hagstofan hefur endurmetið aðferð sína við útreikning á mannfjölda landsins og fækkaði íbúum ríflega 15.000 í landinu nú áramótin. Og við það fækkaði íbúum aðeins á Akureyri og ná ekki lengur 20.000. Lykiltölur fyrri ára hafa því verið leiðrétta til samræmis við hina nýju aðferðafræði og lykiltölur vegna rekstrarins. Eins og hér hefur komið fram, þá gekk rekstur Akureyrarbæjar vel á árinu 2023. Rekstrarniðurstaðan mun betri en áætlað var, enda aðhalds gætt í hvívetna. Niðurstaðan hefði verið jákvæð ef ekki væri fyrir gríðarlega verðbólgu og neikvæða ávöxtun lífeyrissjóða. Þrátt fyrir betri niðurstöðu en áætlað var, ljóst að hefðbundin rekstur sveitarfélagsins mjög viðkvæmur fyrir öllum hækkunum útgjalda og lítið má út af bregða, svo ekki verði halli á honum. Og því má segja að reksturinn sé alls ekki búinn að ná sjálfbærni og gæta þar vandlega að öllum útgjöldum. Það var mjög jákvætt að síðasta degi ársins kom sérstakt framlag frá jöfnunarsjóði vegna málefna fatlaðra. Það rétti sannarlega að hluta til þann mikla hallarekstur sem á málaflokknum. Það ljóst að málaflokkurinn vanfjármagnaður. Það hafa allar úttektir sýnt og taka verður á þeim vanda til frambúðar en ekki með einskiptis lausnum. Þjónusta við fatlað fólk ein af okkar grunnskyldu verkefnum og við eigum að sinna þeirri þjónustu vel og það kallar á fjármagn. Það verður því áfram verkefni bæjarstjórnar að vinna að því að treysta rekstur bæjarins til framtíðar, vinna að því að auka tekjur og gæta ítrasta aðhalds í útgjöldum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil í lokin þakka stjórnendum og starfsmönnum Akureyrarbæjar fyrir gott samstarf á árinu 2023. Ég vil sérstaklega þakka sviðsstjóra fjársýslusviðs, Dan Brynjarsinni, og hans góða fólki fyrir traust og gott samstarf. Og með sama hætti vil ég þakka endurskoðendum bæjarins Davíð Búa Halldórssyni og Níelsi Guðmundssyni og starfsfólki þeirra hjá Enor fyrir þeirra vinnu við frágang reiknisins og gott samstarf á liðnu ári. Og síðast en ekki síst, þá vil ég þakka ykkur kæru bæjarfulltrúar fyrir gott og ánægilegt samstarf það sem af kjörtímabilinu. Að lokum legg ég til að ársreikningnum verði vísað til bæjarráðs og síðari umræðu í bæjarstjórn að loknum umræðum hér á fundinu. Það var bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir, loki máls sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson.
Já, forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúar. Ég nú byrjaði að þakka bæjarstjóra fyrir bara afskaplega skýra og greinagóða yfirferð og það eru tek undir með bæjarstjóra, það eru sannarlega mörg jákvæð teikn í ársreikningi sveitarfélagsins. Nú oft nú áhugavert líka að bera Akureyrarbæ saman við hinn sveitarfélögin 7. Það er að segja þau sveitarfélög sem telja við 10.000 íbúa. Þetta er einhvers konar G8 hópur íslenskra sveitarfélaga. Það eru þetta fjölbreyttur hópur og ég sveitarfélög sem hafa þurft að bregðast við miklum vexti á skömmum tíma og svo er það þetta risin Reykjavíkurborg meðal íslenskra sveitarfélaga sem stendur svo til út fyrir sviga í íslensku samhengi. Það er nú fullsnefnt núna að færi mikinn samanburð, við erum svo snögg að þessu og okkar starfsfólk. Það er ekki öll sveitarfélög búin að birta ársreikninga svo ég viti til. En við getum kannski hort á það hvar við stóðum síðast í þessum samanburði og í ársuppgjöri fyrir 2022 og borið það saman við hvar við stöndum núna. Þegar kemur að skuldahlutfalli síðast, þá stóð ekkert að þessum 8 sveitarfélögum betur en Akureyrarbær. Þegar hort til A-hlutans, þá var skuldahlutfall Akureyrarbæjar 109%, nú er það 102%. Þannig að við stóðum vel þá í samanburði við hinn sveitarfélögin sem við berum okkur saman við og við stöndum betur að vígi í dag og það er bara fagnaðarefni. Við stóðum líka vel að vígi þegar horft til veltufés frá rekstri í hlutfalli við tekjur, sérstaklega þegar öll samstæðin undir, þegar við skoðum alla samstæðuna, það er að segja A og B hluti og rétt eins og bæjarstjóri fór yfir, þá stöndum við vel í dag, við stöndum betur meira að segja í samstæðunni, 15,35% í stað 14,68%. Örlítið lakar í A-hluta, 9,75% í stað 10 áður, en hvort vekja bara vel ásættanlegt. Og þetta er eins og bæjarstjóri kom inn á, þetta eru þeir fjármunir sem við höfum til reiðu til að greiða lánin okkar og fjárfestingarnar okkar, þannig að það er að sjálfsögðu jákvætt þegar staðan er góð. Sum sé, starfsmenn og bæjarfulltrúar, hvort sem við erum í meiri eða minni hluta, að þessu leitinu til þá held ég að við getum farið bara hnarreist inn í samtali við bæjarbúa. Þessir helstu heilsufarsvísar, þeir eru í góðu lagi og ég hugsa að við fengjum nokkuð í ákvætt vottor frá heimilislæknin að þessu sinni. En heilsufarsvísanir segja ekki alla söguna, sjálfsögðu ekki. Við þurfum eftir sem áður að standa skil á því hvernig við nýttum okkar tekjur og í hvaða verkefni og hvernig við stiltum okkar tekjuleiðum upp í samræmi við skuldbindingar. Við þurfum líka að standa skil á því hvaða áætlanir okkar stóðust og hvaða áætlanir stóðust ekki. Og ég veit það að íbúar eru almennt mjög áhugasamir afkomu og fjárhagsstöðu síns sveitarfélags og áhugasamir hvernig sameiginlegum fjármunum er ráðstafað. Og það eru þetta okkar ábyrgð hér að standa skil á þessu og það eru okkar ábyrgð að skapa þann samræða grundvöll þar sem við getum kynnt helstu niðurstöður og rætt þar við bæjarbúa eins og við gerum hér núna. Og líka þegar við gerum ársskýrsluna ársreikningana opinbera og ég verð að segja kannski að þessu leitinu til þá held ég að við gætum gert aðeins betur og kannski skýrasta dæmið finnst með breytingar á reikningsskila aðferðum Norðurorku og ég ætla ekki að gagnrýna það ákvörðun stjórnar Norðurorku að hætta að framkvæma svokallað virðisrýrnunarpróf enda held ég að það sé ástæðulaust. En þessar breytingar hafa hins vegar óneitanlega áhrif á hvernig afkoma samstæðunar birtist okkur og þess vegna held ég að það hefði að sjálfsögðu átt að kynna það vel fyrir bæði íbúum og bæjarfulltrúum áður en eða samhliða því að ársreikningar Akureyrarbæjar voru kynntir og gerðir opinberir. Og kynna það betur líka af hverju virðisrýrnunarpróf fyrir hita, raf og fráveitu hafi verið neikvæð. Það er einfalt að gera á mannamáli. Tekjur á þessum veitum hafa einfallega ekki staðið undir fjárfestingum. Þannig leið og við förum að ræða þessar hluti, þá erum við líka í miklu betri stöðu til að ræða til að mynda gjaldskrárhækkanir við bæjarbúa. Og ég held að við gerum okkur allan engan sérstakann greiða með því að draga undan í upplýsingagjöf, en það held ég svo sem að það sé ekkit ásetningur okkar. En ég er bara að hvetja okkur til þess að gera betur þarna og svona að skýra þetta betur út fyrir bæjarbúum.
Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóra kærlega fyrir góða og ítarlega yfirferð og auðvitað öllu starfsfólki á fjársýslusviði og öllum sviðum sveitarfélagsins fyrir sína aðkomu að þeirri vinnu. Mér langar líka að taka undir með bæjarfulltrúa Gunnari með helstu heilsufarsvísana sem að séu í nokkuð góðu lagi en segi hins vegar kannski ekki alveg alla söguna. Það sem er nefnilega, mér finnst svolítið áhugavert að velta fyrir sér er hvað bæjarbúar eiga Akureyrarbæ og við erum að sýsla með þeirra fjármuni. Og þess vegna er ég mjög hugsið yfir því hvernig við kynnum rekstur Akureyrarbæjar. Mín upplifun, og ef ég kannski bara vitna, í heimasíðu Akureyrarbæjar. Rekstur Akureyrarbæjar jákvæður 436 milljónir króna var fyrirsögn á frétt heimasíðu Akureyrarbæjar þegar niðurstaða ársreikningsins fyrir árið 2023 var kynnt. Á Facebook síðu sveitarfélagsins var sama frétt kynnt með yfirskriftinni "Það er gott að búa á Akureyri". Í kjölfarið fóru ýmsir bæjarbúar og það kannski skiljanlega að velta því fyrir sér hvað væri hægt að gera við þennan fína rekstrarafgang því hann væri jú talsverður. Í umræddri frétt kemur fram að meginskýringar á bættri afkomu séu hærri í skatttekjur og útsvari og jöfnunarsjóði ásamt auknum þjónustutekjum. Aukin verðbólga hefði hins vegar sett svip á rekstrargjöld og bent á fjármagnsgjöld og verðbætur hafi verið 2,5 milljarður króna. Auk þessu lífeyrisskuldbindingar urðu einnig hærri en gert var ráð fyrir og hafi numið samtals 1,2 milljörðum króna sem var 605 milljónum króna umfram áætlun. Flest vitum við að bæjarbúar geta lítið ráði við lífeyrisskuldbindingar og þá þarf talsvert meira en vilja bæjarstjórnar til að vinna bug á verðbólgudrögnum. Uppsetningin í tilkynningu Akureyrarbæjar á heimasíðu virkaði að minnstakosti á mig að þannig að hún færi aðalega yfir þann hluta rekstursins sem bæjarfulltrúar hafa afar takmörkuð og líklega engin áhrif á. Ég giska líka á að þrátt fyrir það hversu stórkostleg skemmtun bæjarstjórnarfundir eru að mjög fáir fylgist með því sem þar kemur fram og til að mynda munu ekki endilega lesa ársreikningin, spjaldan á milli eða hlusta á upptöku af þessum fundi. Ég giska líka á að margir bæjarbúar gerir ekki mikinn greinamun á rekstri A og B hluta sveitarfélagsins. En eins og við sem sitjum hér í dag vitum þá er í B hluta meðal annars fyrirtæki í eigu bæjarins svo sem Hafnasamlagið og Norðurorka sem að skiluðu samtals jákvæðri rekstrarniðurstöðu upp á tæplega 1,2 milljarð króna á árinu 2023. Þegar vitnað er til þess að rekstur samstæðu Akureyrarbæjar hafi verið jákvæður 436 milljónum króna, þá er vel þess virði að hafa þá í huga þá góða afkomu. Það sem skiptir þó miklu meira máli fyrir bæjarbúa og okkur sem hér situr er hvernig gengur að reka A-hlutan, hvaða árangur er verið að ná og hvernig skatttekjum er ráðstafað í hinna fjölmörgu málaflokkar sem við bæjarfulltrúar berum ábyrgð á. Niðurstaðan að mínum að er einfallega svo að árangurinn af rekstri bæjarins sé í besta falli ásættanleg. En hér hafa ekki verið unnin einn sérstök kraftaverk og erfitt að sjá að meiri hluti bæjarstjórnar sé á einhverju sérstakri verkferð í því að gera rekstur A-hluta sjálfbæran. Það er ekki svo að Akureyrarbær geti gert einhverja arðsemiskröfu eða arðgreiðslukröfu á Norðurorku að Hafnasamlagi til að rétta við slæman rekstur ókomna framtíð. Rekstur A-hluta verður einfallega að standa undir sér og það er ekkit endilega góður árangur að skila 454 milljón króna tapi. Og þá skiptir engu máli að hrósa happi við því að árangurinn hafi verið betri en áætlun var með viðaukum. Því áætlun með viðaukum er jafnvond endaði hún í áætluðu tapi upp á 810 milljónir króna. En ekki batnar árangurinn ef við skoðum áætlun sem upphaflega gerði ráð fyrir taprekstur upp á talsvert minni fjárhæðir eða 228 milljónir króna. Þannig að þegar við erum að bera saman áætlun við árangur, þá giska ég á að mjög margir bæjarbúar haldi að við séum að bera saman þá áætlun sem lögð var fram í desember árið 2022 við rekstra niðurstöðuna. Svo er hins vegar ekki eins og við vitum því að viðaukar eru gerðir jafnóðum yfir árið og tekur þar að leiðandi þessi áætlun breytingum til dæmis bara síðast í desember árið 2023. En ég efast ekki að bæjarfulltrúar viti þetta og skilji vel hvernig reksturinn gengur. Þess vegna er líka mikilvægt í mínum huga að vera ekkert að fegra raunveruleikann. Því það skiptir máli í mínum huga hvaða skilaboð við sendum bæjarbúum hvernig það gengur að reka sveitarfélagið.
Stóra myndin er þessi. Rekstrartekjur A-hluta hafa aukist rúmlega 12% á milli ára en á sama tíma var rekstrargjöldin án afskrift á fjármunatekna og fjármunagjalda aukist nær 13% eða 12,9%. Og ef við lítum til raunverulegs rekstur gagnvart þeirri áætlun með viðaukum sem einhverju kannast að finna gagnlegt að skoða, þá hafa tekjurnar sem sagt aukist 1327 milljónir króna en gjöldin 1781 milljón króna. Niðurstaðan er því svo að gjaldahlið rekstrar A-hluta að aukast langt umfram tekjurnar og það auðvitað áhyggjuefni og vandséð til hvað aðgerða meirihluti bæjarstjórnar ætlar að grípa. Þetta er það sem við bæjarfulltrúar ættum að vera að ræða og við ættum alls ekki að slá ryki í augu bæjarbúa með því að flagga rekstratölum sem passa betur við einhverja ímyndi sem sumir vilja búa til. Fyrir síðustu kosningar og reyndar allt síðasta kjörtímabil var rætt erfiða stöðu í rekstri og var það sameiginlegt markmið síðustu bæjarstjórnar að snúa við þeim rekstri og ná sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins. Það voru allir vel meðvitaðir á síðasta kjörtímabili og voru svo sannarlega ekki að draga upp einhverja aðra mynd. Það var rætt það í aðdraganda kosninga að draga úr rekstrakostnað og auka tekjur. Til dæmis var rætt að draga mætt úr rekstrakostnaði til lengri tíma með því að safna stórum hluta stjórnsýslu bæjarins saman í ráðhúsinu. En til þess hefði þetta þurft að fara í fjárfestingu í endurbættu húsnæði en spara á móti stóra leigu á upphæður ókomna framtíð og draga þannig úr gjöldum með betri nýtingu húsnæðis. Þá mætti auka tekjurnar með því sem dæmi hefja uppbyggingu og reit Akureyrarvallar en það er ennþá ekki séð með neinum hætti að eitthvað sé að gerast í þeim málum. Hvorutveggja verkefni sem ef vel að verki staði geta bætt rekstur bæjarins töluvert til lengri tíma. Þegar ársreikningur Akureyrarbæjar er rýndur koma bersýnilega í ljós þær áherslur eða ætti að minnsta kosti koma berlega í ljós áherslur núverandi meirihluta. Það er í raun áhyggjuefni að rekstrarútgjöld skulu vera aukast en þá er líka þess virði að skoða hvar þau eru að aukast. Á meðan stærstu málaflokkar okkar, fræðslu og uppbyldismál ásamt félagsþjónustunni er að taka til sín lægra hlutfall af skatttekjum miðað við árið 2021 eða næri 300 milljóna króna samdrátt miðað við hlutfalli 2021, þá aukast útgjöldin til æskulýðs og íþróttamála nær 500 milljónir króna enda hlutfall málaflokksins þar það sama var árið 2023 og það var árið 2021 sem hlutfallar skatttekjum bæjarins. En engu síður, eins og ég sagði upphaflega, það er fullt af góðum heilsufarsvísum og það er sannarlega ekki þannig að ég sé að draga það fram hér að allt sé í mólum. Ég hins vegar mjög hugsi yfir okkar framsetningu og upplýsingagjöf til bæjarbúa. Það verður líka að hrósa fyrir það sem vel er gert og það sem ég tel sérstaklega gott að sjá er að fjármagnskostnaður er verulega lægri en reiknað var með og kannski hinn raunverulega ástæða þess að rekstur 23 er betri en áætlun var með viðaukum. Ég vil endilega nýta tækifæri og þakka starfsfólki fyrir velunnin störf sem líklega má rekja til þeirra. Þá ber einnig að þakka fyrirtækjum í B-hluta sem er að standa sig vel í rekstri og þjónustu við bæjarbúa en það er sérstaklega jákvætt að sjá hversu heilbrigður rekstur hafnasamlags Akureyrarbæjar virðist vera. Að lokum þetta. Ég tel ákaflega mikilvægt að upplýsa almenning með eðlilegum hætti rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins. Það er ekki svo eins og lesamáttur umfjöllun miðla Akureyrarbæjar, fyrirsögn á heimasíðu og yfirskrift á Facebook síðu sveitarfélagsins að það sé eitthvað bullandi rekstrarafgangur til staðar sem bæjarstjórn þurfi nú að velta vöngum yfir í hvað ég að gera við. Þvert á móti þá er staðan þung og mikilvægt nú sem fyrir að gæta aðhalds í rekstri sveitarfélagsins. Fjárfesta með það í huga að draga úr rekstrakostnaði og forgangsraða fjármunum þangar sem það skiptir mestu máli. Við þurfum að ná árangri í rekstri bæjarins og við verðum að senda rétt skilaboð til bæjarbúa. Ég legg því fram eftirfarandi bókun. Það er áhyggjuefni að hluti Akureyrarbæjar sé rekinn með 454 milljón króna tapi. Þá veldur það vonbrigðum að rekstrargjöld aukist hlutfallið á milli ára umfram rekstratekjur þrátt fyrir stóraukna tekjur. Það er lykilatriði í rekstri bæjarins að verja grunnstóðir í rekstri bæjarins en sérstaklega nauðsynlegt er að verja félagsþjónustu og tryggja rekstur skólakerfisins með sæmandi hætti. Þá eiga bæjarbúar rétt á að vera upplýstir raunverulega rekstrarniðurstöðu í stað þess að ársreikningur Akureyrarbæjar sé notaður í markaðs- og ímyndaherferð sem sendi villandi skilaboð til samfélagsins. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, þakka bæjarstjóra fyrir góða kynningu, starfsfólk fyrir vinnuna við ársreikning og bara vinnuna yfir árið og þeim bæjarfulltrúum sem hafa tekið til máls.
Ég tek undir orð bæjarfulltrúa Gunnars og Hildu það hvernig við kynnum fjármál bæjarins úthofis og verðum að passa að við vekjum ekki upp óraunhæfar væntingar. Ég vinn á stórum vinnustað og þar hefur fólk komið að máli við mig og vill fara að gera alls konar fyrir þessa peninga sem eru nú afgangs hjá sveitafélaginu. En eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á og Hilda, þá margt jákvætt í þessum niðurstöðum og sem dæmi sjóðstreymið viðunandi eða bara nokkuð gott. Ég hóf yfirferð mína í gær á að bera saman ársreikninga og ég opnaði einn ársreikning í gær þar sem að veltufé frá rekstri var í mínus og ég krossaði mig bara og lokaði og bara hugsaði bara hvernig þau ætla að gera þetta næstu ár og en það margt sem að við getum verið þakklátt fyrir og eitthvað sem við þurfum bara að síðan að byggja á til að bæta enn frekar okkar stöðu og virkilega ánægilegt að ekki hafa verið farið í íþyngjandi lántöku í þessu vaxtarumhverfi sem þýðir að útkoman úr fjármagnsliðum var mun betri heldur en áætlun gerði ráð fyrir. En mér langar aðeins að staldra við að í kynningu að tala betri rekstur skýri útkomu A-hluta. Mér finnst þetta pínu einkennilegt þar að ég sé að við bæjarfulltrúi Hilda lagst í sömu útreikninga. Tekjur hafa aukist 12% milli ára en útgjöld 13%. Þess að örfáa ásreikninga sem ég hef séð og klárlega mun taka umræðina í seinni umræði aftur samanburð að við eigum að vera að bera okkur saman af önnur sveitafélög að sem sýnist að tekjurnar eru aukast mun meira en útgjöldin í þeim sveitafélögum. En það getur verið ýmsar útskýringar á því. En það sem mér þykir samt einkennilegt að tala að betri rekstur skýri betri útkomu A-hluta því ef að því að útkoman í raun 218 milljónir krónur lakari í A-hluta en áætlanir gerur ráð fyrir ef horft til rekstrarniðurstöðu án fjármagnsliða. Sem þýðir þá rekstur Akureyrarbæjar var verri en við ætluðum. Og það sem skýrir betri afkomu í rekstri A-hluta eru 700 milljónir krónur minni fjárhæðir í fjármagnsliðum en gert var ráð fyrir. Sem sagt, liðir sem við ráðum lítið yfir en það sem við erum að sýsla með dagstaglega erum að fara laglega yfir áætlanir. Þannig að við erum ekki að ná í skottið á okkur og enn og aftur A-hluti rekin með tapi. Og ef við skoðum aðeins betur að við haldið okkur við áætlanir, ef við skoðum skýringar 6 á aðalsjóði, og það reyndar sagði ekki þar hvort að það væri með viðaukum eða ekki, en ég tel að sé með viðaukum að það sem þetta voru ekki sömu upphæðir og voru í fjárhagsáætlun fyrir 2013, að þá náum við í enda árs þrátt fyrir viðauka upp á minni rúmlega milljarð að við erum 717 milljónum yfir áætlunum í málaflokkunum sem eru undanskildir þá lífeyrisskuldbindingum og fjármagnsliðum. Sem þýðir þá bara að reksturinn okkar að bólgna alls svakalega. Laun eru 300 milljónum yfir áætlunum en samt sem áður hafa verið gerðir töluveri viðaukar fyrir launum á árinu og hafa hækkað tæpan 1,7 milljarð milli ára sem skýrist að einhverju leyti hækkun kjarasamninga en störfum hefur einnig fjölgað 39 milli ára sem vekur spurningar þar sem ekki var tekin í notkun ný þjónusta á árinu eins og nýr leikskóli eða þjónustukjarni eða eitthvað sem skýrir þessa aukningu á störfum. Og ef við köfum aðeins ofan í hvar þessi störf eru, langmesta fjölgunin í leikskólum eða 15, en sem dæmi þá fækkaði störfum 7 milli ára í grunnskólum. Þannig að enn sjáum við málaflokk leikskóla blása út og kalla enn og aftur yfir einhver heildarsýn í þeim málaflokki. Þannig að sem dæmi þá hafa launtengt leikskólum hækkað 87% frá 2019 en 26% í grunnskólum. Eins langar mig að spyrja og mögulega þá kannski bara formann íþrótta- og lýðheilsuráðs
af hverju fjölgaði 6 störf í íþrótta- og æskulýðsmálum, hvar þau störf eru staðsett. Því miður hækkaði launakostnaður ekki í takt við fjölgun íbúa og við sjáum að útsvar ekki hækka milli ára í takt við launakostnað. Launaliður á hvern íbúa að hækka. Okkur hefur aðeins fjölgað 251 íbúa eða tæp 1,3% en íbúafjölgunin 3,1% á landsvísu sem bara áhyggjuefni ef að við ætlum að halda áfram að reka svona frábæra þjónustu sem við erum að reka á Akureyri. Okkur þarf að fjölga til að standa undir þessari þjónustu. Þannig að það sem liggur þá fyrir í fjárhagsáætlun að gera í haust að rýna í hverja krónu og skera niður verkefni þar sem viðbúið að tekjur munu ekki hækka í takt við síðustu ár, bæði vegna kjarasamninga þar sem gert ráð fyrir hóflegum kauphækkunum og við munum halda aftur að okkur í gjaldskrárhækkunum. Og sömuleiðis ef okkur tekst ekki að fjölga 300 á ári eins og gert var ráð fyrir í áætlunum næstu 30 ára. Þannig ég legg fram að endingu bókun fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Gunnarsmárs. Það full ástæða til að fylgjast vel með þróun fjármála sveitarfélagsins og sýna varkárni í útgjöldum enda hlutverk okkar að viðhalda stöðuleika og vinna okkur nær sjálfbæri fjármálastjórnun. Útgjöld í A-hluta hafa hækkað meira milli ára en tekjur og niðurstaðan fyrir fjármagnsliði rúmum 400 milljón lakari en áætlanir gerðu ráð fyrir. Miðað við þær framkvæmdir sem fyrirhugað að ráðast í og ef ekkert verður gert til að draga úr útgjöldum, þá viðbúið að halli á rekstri A-hluta muni aukast á næstu árum. Því raunverulega hætta á að við fjarlægumst fremur en nálgust markmið okkar að ná sjálfbærni í rekstri. Að endingu hefði þurft að kynna betur breytingar á reikningsskila aðferð Norðurorku, bæði gagnvart bæjarbúum og eins í almennri upplýsingagjöf til íbúa þegar ársreikningur sveitarfélagsins var gerður opinber. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu orðið laust. Næst ekti máls bæjarfulltrúi Heimir Jóhanns. Heimir Ardóns. Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar, til að byrja með þakka bæjarstjóra fyrir afskaplega góð yfirferð á ársreikningi og bæjarfulltrúum Gunnari, Sunnu og Hildiunu fyrir afskaplega góða umræðu ársreikningin. Persónulega setti ég nú á mitt persónulega Facebook að ég skrifaði eins og Gunnar nefndi hér áðan bæjarfulltrúi margt jákvætt í ársreikningi en nóg vinna framundan. Og fannst ég vera bara nokkuð hóvar og ég held að Sunna sé búin að útskýra það nokkuð vel af hverju það nóg vinna framundan. Það hárrétt að gjöldin jukust mjög mikið og þá sérstaklega eins og við erum búin að tala oft áður í þjónustu við fatlaða sem er búin að aukast. Ég ætla að gefa sem dæmi að þjónustu við börn og unglinga hefur aukist 80 milljónir á árinu. Ég held að það sé fé sem velvarið við að þjónusta börnin okkar og unglinga og öll þessi mál hafa bara stækkað og stækkað á árinu. Því miður þá sýnist mér þessi mál bara ekkert vera að minnka og þetta mun bara aukast þessi þörf á þessari þjónustu. Varðandi stöðugildi í leikskólum þá náttúrulega helsta ástæðan vinnustytting og ég veit núna eftir að tala við flesta skólastjóra og leikskóla að þetta gengur mun betur, þetta kostaði þó nokkuð mikið fjármagn, mikla vinnu, gríðarlega skipulagningu og það var náttúrulega gert ráð fyrir að þetta myndi ekki kosta neitt fyrstu árin í leikskólanum sem náttúrulega eiginlega hálfgerður brandari. En með mikilli vinnu og frábæri skipulagningu þá hefur leikskólastjórum tekist að mestu leyti að útfæra vinnustyttinguna. Annars finnst mér grunnskólaður vel reknir eins og ávallt, þeir eru nánast á áætlun, hafa verið það undanfarin ár og alveg ágætt spurning hjá bæjarfulltrúa Sunnu hvort við þurfum ekki að auka aðeins í grunnskólan þá þurfum við að virkilega vanda valið hvar svo peningur fer. Mér fannst bæjarfulltrúi Gunnar vera afskaplega sanngjarn í sínu umræðu hér áðan hvað jákvætt og hvað neikvætt.
það margt jákvætt í reikningum eins og skuldahlutfall hefur minnkað. Varðandi næstu ár þá kemur bæjarfulltrúar Sunna við þurfum að forgangsraða, skoða framkvæmdur og fleira. Það einfaldlega hárrétt hjá henni. Við þurfum virkilega að skoða hvernig við ætlum að taka næstu 2, 3, 4, jafnvel 5 ár og við þurfum að virkilega vanda valið hvað við gerum. Varðandi B-fyrirtækin þá eru þau afskaplega vel rekin og byrja að nefna Hafnasamlagið sem heldi komin í topps. Þau get ekki bætt við sig meira enda var ákveðið að taka ekki við fleiri farþegum og það held ég bara hið besta mál. Norðurorka kom vel út þannig að þetta virkilega vel rekið. Varðandi fjölgun stöðugilda í æskulös íþróttafélögum þá 4 stöðugildi í Hlíðarfjalli og 2 vegna vinnustyttingar í sundlaugum og íþróttamannvirkjum. Og við vitum líka að við lengdum opnunartíma bæði í sundlaugum og fjallinu og þetta kostaði pening og fáum væntanlega tekjur á móti. Fleira sem við getum nefnt varðandi ársreikninginn, það endalaust hægt að gagnrýna og endalaust hægt að hrósa. Við getum talað þetta en í heildina þá kemur þetta nokkuð vel út og Akureyrarbær bara nokkuð vel rekin. Varðandi leiðina sjálfbærni þá ég ekki sammála bæjarfulltrúum við séum ekki á leiðinni þangað. Fyrir næstu 3 árum eigum við bara á réttri leið og með góðri stýringu hjá fjármálastjóra þá ættum við að ná sjálfbærni eftir nokkur ár sem að við stemdum af allan tíman. Takk fyrir mig. Það bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið málsins og orðið laust. Þessi fleiri hafa ekki hvað sér hljóð þess að geta samþykkt að vísa honum til bæjarráðs og seinni umræðu í bæjarstjórn. Gefum merki. Það eru öll